Á 15. stjórnarári Tíberíusar keisara, þegar Pontius Pílatus var landstjóri í Júdeu, en Heródes fjórðungsstjóri í Galíleu, Filippus bróðir hans í Ítúreu og Trakonítis héraði og Lísanías í Abilene, í æðsta presttíð Annasar og Kæfasar, kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríassonar í óbyggðinni. Og hann fór alla Jórdanbyggð og boðaði mönnum að taka sinnaskiptum og láta skýrast til fyrirgefningar synda. Eins og ritað í bók Jesaja spámanns. Rödd hrópanda í eyðimörk. Greiðið veg drottins, gerið beinar brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsar jafnast. Bugður verða beinar og óvegir sléttar götur. Og allir munu sjá hjálpræði Guðs. Við mannfjöldan sem fór út til að láta hann skýra sig, sagði hann: Þið nöðru kyn, hver kenndi ykkur að flýja komandi reiði? Sýnið í verki að þið hafið tekið sinnaskiptum og farið ekki að segja með sjálfum ykkur: Við eigum Abraham að föður. Ég segi ykkur að Guð getur vakið Abraham börn af steinum þessum. Öxin þegar lögð að rótum trjánna og hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og því í eld kastað. Mannfjöldinn spurði hann: Hvað eigum við þá að gera? En hann svaraði þeim: Sá sem á 2 kirtla, gefi þeim engan á, og einskeri sá matfeng hefur. Þá komu og tollheimtumenn til að skýrast. Þeir sögðu við hann: Meistari, hvað eigum við að gera? En hann sagði við þá: Heimtið ekki meira en fyrir ykkur lagt. Hermenn spurðu hann einnig: En hvað eigum við að gera? Hann sagði við þá: Hafið ekki fé af neinum, hvorki með ofríki né svikum. Látið ykkur nægja mála ykkar. Allir voru nú fullir eftirvæntingar og hugsuðu með sjálfum sér hvort Jóhannes kynni að vera Kristur. En Jóhannes svaraði öllum og sagði: Ég skýri ykkur með vatni, en sá kemur sem mér máttugri og ég ekki verður að leysa skóðfeng hans. Hann mun skýra ykkur með heilugum anda og eldi. Hann með varpskófluna í hendi sér til þess að gerhreinsa láfa sinn og safna hveitinu í hlöðu sína, en hismið mun hann brenna í óslökkvandi eldi. Með mörgu öðru hvatti hann fólk og flutti því fagnaðarboðin. Jóhannes vítti Heródes fjórðungsstjóra vegna Herodíasar konu bróður hans og fyrir allt hið illa sem hann hafði gert. Þá bætti Heródes einnig því ofan á allt annað að hann varpaði Jóhannesi í fangelsi. Allt fólkið lét skýrast, var Jesús einnig skýrður. Þá bar svo við, hann gerði bæn sína, að himinin opnaðist. Og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri mynd, eins og dúfa, og rödd kom af himni. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. En Jesús var 30 hann hóf starf sitt. Var hann eftir því sem haldið var, sonur Jósefs, sonar Elí, sonar Mattats, sonar Leví, sonar Melki, sonar Jannai, sonar Jósefs, sonar Mattatías, sonar Amos, sonar Nahúms, sonar Esli, sonar Nagai, sonar Mats,
sonar Mattatías, sonar Semíns, sonar Jóseks, sonar Jóta, sonar Jóhanans, sonar Hresa, sonar Serúbabels, sonar Sealtíels, sonar Neri, sonar Melki, sonar Addi, sonar Kósams, sonar Elmadams, sonar Ers, sonar Jesú, sonar Elíesers, sonar Jóríms, sonar Mattats, sonar Leví, sonar Símeons, sonar Júda, sonar Jósefs, sonar Jónams, sonar Eljakíms, sonar Melea, sonar Menna, sonar Mattata, sonar Natans, sonar Davíðs, sonar Ísai, sonar Óbeðs, sonar Bóasar, sonar Salmons, sonar Naxons, sonar Aminadabs, sonar Admíns, sonar Arní, sonar Esroms, sonar Peres, sonar Júda, sonar Jakobs, sonar Ísaks, sonar Abrahams, sonar Tara, sonar Nakórs, sonar Serúgs, sonar Reú, sonar Pelegs, sonar Ebers, sonar Sela, sonar Kenans, sonar Arpaksats, sonar Sems, sonar Nóa, sonar Lameks, sonar Metúsala, sonar Enoks, sonar Jarets, sonar Mahalalels, sonar Kenans, sonar Enos, sonar Sets, sonar Adams, sonar Guðs.